my god, það er svo mikið braki í þessum stól, jésús, ok. Hæ, og langt síðan síðast. Í dag ákvað ég að henda á mig léttu make-upi og taka upp það sem þið hafa verið að biðja í endalaust langan tíma og það er augabrúnarrútína mín. Eða sem sagt hvernig ég fylli inn í augabrúnar mínar. Sorry ef þið heyrið furðuleg hljóð, Ása er að gefa frá sér óþarflega mikinn hávaða. En já, ég ætla bara að drífa mig í þessu. Áður en ég færi ykkur nær og fer að sýna allt, þá ætla ég bara að sýna ykkur vörunar sem ég nota og síðan munum við transform these babies. Ok, augabrúnar mínar eru náttúrulega, augabrúnarhárin mín eru náttúrulega alveg gegnsæ. Þannig er það bara, það er dálítið pirrandi, en þú veist, lífið. Þannig að ég er augljóslega með nokkuð dökkar akkurat núna, ég litaði þær í síðustu viku og ég ákvað að henda því bara hérna inn hvað ég nota í það. Þetta er festirinn sem ég nota, þetta er bara það sem að flest allir nota til í hagkaup, til í apótekum og allt svoleiðis. Og síðan nota ég litina 3 sem er brún, natural brown og svo númer 1 sem er pure black. Ég blanda þessum saman og þá fæ ég góðan lit fyrir mig. Ég set rosa lítið að svarta en ég nota hann bara til að augabrúnar verði alveg örugglega ekki of hlýjar. Þannig það er það sem ég nota og þegar ég er að þessu þá reyni ég bara að passa að setja sem mest í hárin en ekki í sjálfa húðina því að það er bara eitthvað sem ég persónulega fíla ekki. Þannig lita ég augabrúnar mjög easy breezy. Það sem ég nota til að fylla inn í augabrúnar, það er það sem skiptir langmestu máli. Ég byrja alltaf á svona mjóum blýant, svona gaur. Þetta er eins og til dæmis Bráis frá Anastasia sem ég notaði alltaf en hef bara fært mig yfir í þessa því að þeir eru aðeins ódýrari og að mínum mati er bara alveg jafn góðir. Uppáhaldin mín eru sem sagt Brow Define frá Eye of Horus. Ég er búin að týna tappanum og þessi er eiginlega alveg búinn, þannig að já, hann eða þá það sem ég er eiginlega búin að vera að nota langt mest bara síðasta halva árið eða svo er Shady Slim Brow Pencil sem er svona, það er plast hérna sem ég næ ekki af, en já, það er bara alveg eins, þetta er allt eiginlega alveg eins svona blýantar á öðrum endanum og svo er spúli á hinum sem að mér finnst vera algjört must. Ég nota litin medium brown í öllum. Ég nota það í Bráis, ég nota það í þessum frá Eye of Horus og ég nota hann líka í þessum og það er bara litur sem henta mér mjög vel og ég myndi segja að medium brown væri einn af þeim litum sem er svona mest universal fyrir alla. Þú veist, systir mín, hún er alveg dökkhærð, hún til og með notar medium brown í þessum og notaði það í Bráis og Eye of Horus, þannig að það er svona, flest allir ætti að geta að nota hann. Það næsta er síðan augabrúnagel og þetta er skref sem ég finnst mjög margir sleppa en þegar þú ert að reyna að fullkomna rútínuna þína þá er þetta eiginlega bara sjúklega mikilvægt og ég gæti ekki sleppt þessu. Þetta er svona eitt af því mikilvægasta af öllu finnst mér. Uppáhaldsgelið mitt sem ég hef notað núna, þú veist, 1,5 ári eða svoleiðis og sem hefur bara breytt lífinu er gelið sem kemur í Eye of Horus Dual Brow Perfect blýantunum. Þetta eru sem sagt blýantar sem eru svona, sem koma svona þríhyrningslaga. Ég nota blýantinn alveg stundum, meira því ég kannski svona drífa með þannig, en ég held áfram að kaupa þennan af því að á hinum endanum er besta augabrúnagel sem ég hef á ævi minni prófað og ég bara, þið munu sjá eftir því ég gera augabrúnar mínar hvað breytir sjúklega miklu, þú veist, því ég er búin að fylla í og fer í gegn svo með þetta, það bara breytir öllu. Og síðan annars skref sem að má alls ekki sleppa hjá mér allavega og ég mæli með því að þið prófið þetta ef þið eru ekki að gera þetta. Það er að taka hyljara og þrífa undir. Hyljarinn sem ég nota alltaf í þetta er Studio Finish Concealer frá MAC í litnum NC15. Mér finnst þessi bara mjög þægilegur undir augabrúnina af því hann er frekar stífur þannig að hann svona, ég veit ekki, mér finnst eins og því ég nota hyljarana sem ég nota undir augun og svo leiðis. Þeir eru svona aðeins blautari og þannig, þá finnst mér ekki fá jafn svona þægilegt, kann ekki eins og útskýra. Bara, mér finnst það ekki líta jafn vel út. En burstinn sem ég nota í þetta er, þetta er E15 frá Sigma sem er svona alveg flatur og mjór. Það eru mjög margir sem nota hann undir augun og svoleiðis, þú getur auðvitað gert það. Ég nota hann til að skerpa augabrúnar og til að laga í kringu varirnar og hann er bara fullkominn og finnst hann bara dásamlegur. Love it. Þannig já, þetta er svona það sem ég myndi segja að þyrfti
þarf ekki að vera nákvæmlega sömu vörur en svipaðar vörur munu gefa þér svipað lúk. Þannig já, ok, nú ætla ég að skipta linsu, færa ykkur aðeins nær og við ætlum að vinda okkur í þetta. Það er svo típist að þetta muni feila svo mikið af því alltaf þegar maður ætlar að sýna eitthvað í myndavélinni þá verður það hræðilegt. En við skulum bara krossa fingur að þetta fari vel. Let's go! Ok, núna erum við mjög up close and personal. Sorry ef ég dettur fókus og eitthvað, þessi linsa er svolítið pirrandi. En ok, við ætlum að reynda. Byrjum á þessu. Byrjum á því að nota þennan hér. Þetta er, hvað sagði ég, Shady Slim Brow Pencil frá LA Girl. Ég byrja alltaf á því að greiða hárin upp. Like this. Ég skal reyna að vera í rammanum. Og það fyrsta sem ég geri er að taka línu frekar skarpa undir. Síðan greiði hárin aðeins niður og gera það saman um að ég fer ekki alla leiðina inn af því ég vil alltaf hafa litinn sem ljósastan hér en ég vil alltaf hafa frekar skart alveg neðst. Og af því við förum á eftir með hyljara þá er alltaf lægið þið fokkið aðeins upp því að þið getið bara þrifað það upp á eftir. Þá er ég í rauninni búin að bara búa til lögunina sem ég vil. Lítur ekkert brjálæðislega vel út núna en þá, já, ég greiddi hárin aftur upp og núna tek ég bara blýantinn og fer bara endalaust fram og tilbaka. Og þegar ég kem að fremri part augabrúnar þá er ég ekki að vera jafn aggressiv, ég fer bara svona aðeins. Og síðan þegar ég kemst fremst, við klárum þetta. Ég er líka með ör í augabrúninni hérna þess vegna þarf ég alltaf svona að fylla alltaf vel þar. Og því ég vil vera með arch en í rauninni er þetta ör að eyðileggja það. En já, þegar ég kem fremst þá ger ég bara svona, það er bara línur. Hvernig einn svona. Ok, og þegar ég er búin að fylla hana svona ágætlega inn þá tek ég bara aftur greiðuna og greiði vel í gegn og það diffúsar aðeins litinn og blandar öllu betur saman. Og þá sérðu aftur hvar þú þarft að fylla betur inn og svoleiðis. Ok, ég er bara nokkuð sátt með þetta sem bara svona start og þá tek ég hyljarann. Ég geri alltaf annarkvort hyljarann á undan eða ekki, annarkvort hyljarann eða gelið. Það skiptir eiginlega engu máli en núna ætla ég bara að gera hérna hyljarann á undan. Ef þið setja gelið á undan og mæli ég með að gera bara hina augabrúnina, setja gelið þar og síðan fara með hyljarann. Ekki fara með hyljarann þegar gelið er ennþá blautt. En já, ég set bara smá báðu megin á hérna burstan og ég fer undir. Síðan dreg ég litið svona aðeins niður og síðan blanda ég bara betur með huttanum mínum. Ok, þá er þetta svona og mér finnst þægilegt þegar það er eiginlega ekkert eftir á burstanum að gera svona beina línur hérna fremst. Því að þá verður svona meira eins og þau séu hár þarna. Þá er það svona og þá er það síðasta skrefið sem er augabrúnagelið. Ég tek alltaf dálítið, þú veist, þegar ég tek burstan úr þá er alltaf svolítið mikið á. Ég tek það sem er á endanum þannig að hún ekki klessa. Og ég byrja alltaf að greiða í miðjunni því að þar vil ég svona hafa mest. Og ég greiði hárin svona smá upp en aðalega til hliðar. Ekki gera alveg til hliðar því að það svona gerir hárin, þá er bara svona, það er ekki, engin lifting í þeim. Og þegar ég geri hérna fremst þá geri ég alveg upp. Ok, ég ætla að klára hérna augabrúnina og svo kemur ég tilbaka. Ok, þá var þær báðar komnar á. Það er ekki alveg eins af því að augabrúnirnar okkar er ekki alveg eins, af því að andlitið okkar er ekki alveg eins báðum megin. En svona ger ég þetta, stundum kemur þetta betur út, þetta hefur svo sannlega gengið betur að þessari, en það lítur þó mikið betur út en það er gerðið fyrir. Og þetta er það sem ég ger alltaf, þetta er það sem ég hef gert núna í mörg ár. En já, vonandi svaraði þetta ykkar spurningum og við sjáumst vonandi bráðlega aftur. Ég skal bara reyna að halda áfram að gera myndbönd. Ég skal reyna að finna tíma. Og já,
happy eyebrows og eigið góðan dag og við sjáum